Heyrðu, við ætlum að tala hann Val Gunnarsson, Síðasta elskhugi. Þetta bók sem kom út fyrir jólin. Við tókum nú viðtal við hann Val en hann hefur ekki verið hér á settur og gagnrýnda bekkin áður. Valur þarf að djamma, hefum getað heitið. Já. Þetta svona maður sem svona ofurseldur því að hann að leita að ástinni, hann að leita að lífsförunaut og hann að neyðist til þess að gera það í gegnum hina íslensku aðferð á djamminu, á veiðilendum miðbæjar Reykjavíkur og svona bæði að segja okkur frá því og tala það, hvers konar örlög og hversu sérkennilegt fyrirbæri þetta þetta svona eins og mannfræði skoðun á þessu. Hún reyndar tiltölulega svona hófstillt. Við náttúrulega höfum séð menn skrifa miklu svona litrikari og klikkaðri lýsingar á reykvíska djamminu í gleðileiknum djöfurlega Sölva Björns og 101 Reykjavík og þetta. Þannig að þetta svona pent en pælingarnar eru skemmtilegar. Ég ekki alveg hrifinn af sögunni sjálfri. Mér finnst einhvern veginn persónurnar í kringum aðalpersónuna dálítið ótrúverðugar, sérstaklega sambandans við æsku bekkjarsysturina sem einhvern veginn mjög erfitt að gúttera að vilja púka upp á þennan mann. En svona að öllu öðru leyti þá sótti ég margt gott og áhugavert í þessa bók. Já, Fríða. Já, ég var dálítið hrifin af þessari bók og mér fannst þetta mjög svona afhjúpandi og skemmtileg lýsing á Íslandi og íslenskum samtíma og veruleika sem hluta af stóra samhengi heimsins. Þarna við með sögupersónu sem ferðast mjög mikið og Ísland verður einhvern veginn, það hættir að vera í jaðrinum eins og við höfum tilhneigingu til að sjá Ísland alltaf í jaðrinum. Heldur verður svona miðjusett á milli Rússlands og Kanada og með smá viðkomu á öðrum stöðum. Mér fannst það mjög forvitilegt og þarna enn önnur bók eins og Djöfulskapurinn sem með neðanmálsgreinum og þær fylla óneitanlega mjög mikið upp í þessa sögu sem hann að segja af íslensku skemmtanalífi og dýpkana, þannig að við fáum þarna dálítið góða yfirsýn yfir bara kalda stríðið og söguskoðun hans reyndar eins og hann túlkar 20. öldina og þá þróun sem verður í kringum bara stríðsátök 20. aldar, fyrri heimsstyrjaldar, seinni heimsstyrjaldar, kalda stríðið og hann segir poppsöguna með mjög skemmtilegum hætti, dregur inn í menningu blómabarnanna og auðvitað allt kring, vomir Leonard Cohen og þetta lag hans Manhattan og Berlín og hann túlkar það mjög skemmtilega finnst mér í samræmi við þessa samtíma sögu sem hann að segja öðrum þræði og hvað varðar ástina, því að þetta vissulega bók ástina og elskhugan að þá finnst mér honum takast það mjög vel og mér finnst skemmtilegt að sjá karlmann analýsera ástina með þessum hætti og þó að sé ekki svona hefðbundin endir í þessari bók við fáum ekki þetta loka uppgjör sem við gerum ráð fyrir, þetta svona bóksögð í hringhreyfingu eins og Djöfulskapurinn að þá erum við heilmikils vísari þroska eins manns, hvað það að verða fullorðin. Þetta þroskasaga. Þannig þið bara nokkuð ánægð með þessu bók. Já.